Já, ég er mjög hissa hvað hann hefur náð langt kallinn sko. En svona er mér er bara aldrei þótt hann eitt svona beint fyndinn þannig en hann er voðalega góða nærveru svona. Heldurðu hann hefði kannski náð lengra ef hann hefði svona kannski getað borið sig svona betur? Já, ég myndi halda það sko, til dæmis í kvikmyndum og svona. Hann væri kominn erlendis ef hann myndi vera það bara ekki svona púkó alltaf. En þrátt fyrir að vera svona púkó alltaf, þá hefur Laddi náð hæstu hæðum, ekki bara í gríninu og tónlistinni eins og hér hefur verið tæpt á, heldur líka og kannski ekki síður í leikhúsinu og á Hvítatjaldinu. Það byrjaði náttúrulega bara með samvinnu okkar Gísla Rúnar og Eddu Björgvins að fór Gísla að setja upp leikrit sem hét til dæmis Nördin. Ég meina! Volpi, hvað sem þetta hefur verið og hver sem er búðir þá var það allavega ekki ég. Hvernig anskotanum var það þá? Skettu. Þú? Já. Það var fyrsta sviðsverki sem við lékum í saman og þá kynnist maður einhvern veginn fólki á svo allt annan hátt. Það verður svo náið manni akkúrat þetta tímabil meðan maður er að leika saman. Við höfum að vísu verið saman í áramótaskaupi, það er bara allt öðru sér vinna, sko. Hei, halló! Hvað? Fyrirgefðu, mér fannst bíllinn rása svolítið á götunni. Það geti verið eitthvað í stýrisbúnaðinum. Bíllinn hvað? Rása hvað? Þetta er flunkunni bíll? Á hvaða ferðalagi ert þú? Þarf maður að vera okkur ferðalagi þó maður sé staddur götum borgarinnar? Já, ég var nú bara að spyrja hvað það verði að koma. Djöfulan kemur þér það við. Er þetta persónuofsóknir? Nei, þetta er nú bara formsatriði. Var frúin að vinna eftirvinnu eins og svo oft er. Það geta nú ekki allir snappað sér eftirvinnu eins og þið í löggunni. Ég var út að borða á holti með vinkonum mínum sporhundruðin. Viltu ekki vita hvað við átum líka heimingið? Mætti fá svo ökuskírteinið? Já, var það ekki. Viltu ekki fá að sjá með brjóstin líka? Eða mynda mömmu? Á ekki að svívirða móðum hans? Hirtu þetta bara. Hirtu bara alltaf að stund. Hirtu þetta bara. Það var þessi hópur og Júlía Brjáns og Randver að það byrjaði bara innan þessa hóps. Þegar ég kynntist þessum mönnum, Gísla Rúnar og þeim, þá fór ég svona að fara inn í leikhúsið með þeim. Og svo bara fór þetta svona að vinda upp á sig, þannig að fór svona aðrir að einhvern veginn að hafa áhuga á því að fá mig til að koma í leikhúsið. En var það eitthvað sem þú hafðir ætlað þér áður? Nei, það var alls ekki sko. Mér varst alltaf gaman að vinna fyrir sjónvarp og leika í kvikmyndum. Hann kemur. Hvað sagði ég? Ég hafði ekki mikinn áhuga á að fara í leikhús einhvern veginn. Ég var ekki mikill leikhúsmaður. En allt í lagi, ég vildi pröfa þetta. Laddi var ekkert sérstaklega áhugasamur leikhúsvinnu svona framan af. En svo náttúrulega átti það eftir að breytast og margt af því allra eftirminnilegasta sem hann hefur bara gert hefur verið einmitt í leikhúsi. Ég held ég sakna ykkar, við segjum vegna þess og náðu nú, ekki bless, slórið ekki strax af stað, strákar dregin vinir mínir, munið munið það, strax af stað. Jú, skulum allir af stað, eftir neina bíða. En þú sóttir síðan í inngöngu í leiklistarskólanum? Já, af því að það var svona, ég var farin að vinna það mikið við þetta og það var verið að benda mér á þannig að ég þyrfti nú að vera í félaginu og svona og þyrfti þá náttúrulega að læra leiklist, að menn voru að segja það og ég ákvað það svo já, reyna þá að fara í leiklistarskólan og gera það en ég var kannski ekki alveg tilbúin til að fara í inntökupróf og búin að vera í þessu í mörg ár sko og svona en ok, ég ætlaði nú að gera þetta
þetta var sko 3 mánaða námskeið alveg, eða þú veist, sem sko, úttakan var gerð. Það voru svo rosalegu fjöldi sem að sótt og við vorum komin í 120 manna hóp sem og svo var alveg niður í 12 manna. Og þegar við vorum allan tíman búin að vera að fylgjast með vinnu hvers annars og svona, þá vorum við búin að saxa niður sko hverjir myndi komast inn og þar var Laddi alltaf efstur hjá okkur öllum. Hópnum sem komst inn að lokum, nema Laddi. Allt í einu, þegar tilkynnt var hverjir komst inn, þá var Laddi ekki í hópnum. Og við náttúrulega urðum alveg hvumsa og skildum ekki í þessu og þá var eitthvað sagt að hann var orðinn nógu gamall. Það var einhver takmark, 25 ára eða eitthvað svoleiðis, sem væri eiginlega það elsta. Ég man ekki hvernig þetta var. Þannig að ég var bara hann alltaf sveinn. Okkur sko fannst þetta seinna meir, þá föttum við alveg að þetta var ekkert aldurinn, þetta voru bara fordómar. Gagnvart grínleikurum held ég. Já. Fannst þér það Já, mér fannst það nú. Þannig að ykkur benti mér á það, þetta nú kannski að gera þetta eitthvað neina öðruvísi, þannig að ég ákvað að fara til LA, fara bara til Los Angeles bara og verða bara frægur þar. Þannig ég skráði mig þar í skóla, eða alltaf byrjaði allavega að ég að fara þannig eina önn, svona, í UCLA. Ég bjó inn í íbúð hjá eldra fólki, konu sem var hjartveik og maður sem var sköllóttur og þau áttu dóttur sem hér Tracy sem var vinkona okkar Ladda, nema það að Laddi kemur hérna út og var í vandræði með það að finna samastað. En svo vel vildi til hérna í þessari íbúð hjá sköllóttamanninum og Tracy og hjartveiku-konuna, það var laust auka herbyggi við hliðina á mínu, svona skókassi. Og ég tók eftir því fljótlega eftir að hann kom út að mér fannst hann ekki alveg vera sami maður en hafði verið. Hann var svona einhvern veginn meira tilbaka og ég svona eftir að hyggja held ég það að það hafi verið vegna þess að þegar hann kemur hérna út eftir að vera búinn að vera lands- og heimsfrægur í Íslandi þá uppgötar hann það allt í hann að það þekkir hann enginn í Los Angeles. En leið og þetta hefur væntanlega verið erfitt fyrir hann þá hefur þetta örugglega verið gott fyrir hann líka vegna þess að þá kann hann losa sig undan þessu ónæði sem fólk náttúrulega ollunum yfirleitt daglega. Hérna heima á Íslandi. Kannski var þetta ímyndinu mér, en mér fannst þetta samt. Hann var ekki alveg eins mikill grínari eins og hann hafði verið, en hann grínaði þó og hérna má til með sjá mynd á honum, það sem inn í litla skókassaherberginu sínu og hann rétt komst þar inn, hann hafði þar með ritvél til þess að skrifa niður einhverja glósur úr skólanum og svo hafði hann koju til að sofa í sem var svona svipað eins og bara koja í trillum. Tók nú með mér svona búninga þarna út og svona og svo var þarna áttu náttúrulega að taka svona alls konar atriði og leika og ég var með eitthvað atriði sem ég tók úr Days of Wine and Roses og fekk einhverja stelpu til að leika með mér og ég gjörsamlega klúðraði því út á málinu sko. Þannig að ég var svo ofboðslega taugaveiklaður, ég skalf svoleiðis á beinunum og angistinn að drepa mig. Þannig að enskan var svona öfug hjá mér bara, hún snerist við og það lá allir í hlátri. Ég var nú þokkalega ánægð með það náttúrulega, ég gat skemmt þeim allavega. Svo var einhver frjáls tími þarna allir átt að gera eitthvað og þá kom ég með búninga með henn og ég fór í svona búninga og karaktera og þar var ég helviti góður sko. Ekki? Jú. Þannig að ég lærði svolítið á þarna að þú veist að þegar á reyndi þá var ég bara eins og allir aðrir, ég var bara 0 og nix þarna úti, ég var ekki einn Laddi stórgrínari þar. Þannig að ég var svona aðeins sparkað í mig þarna, komst niður á jörðina. Og ég held að Laddi hafi fundist hann trú eitthvað að sanna sig gagnvart leikara stéttinni hérna heima, en að vísu var þetta svo sem ekki svona langtíma leiklistanám, þetta var kannski meira að hann var að kynna sér það sem var að gerast erlendis og það voru nokkri mánuðir sem var í þessu, ég veit ekki, þannig ekki allir sem kunna að meta þetta nám heyrist mér að þeim sem eru lærði leikari. Og þegar Laddi kom aftur heim eftir vetrardvöl í Los Angeles, þá gerði hann aðra atrennu að stéttarfélagi leikara. Og þá var mér tekið og sem sagt
gekk í félagið og voru fleiri teknir inn þá líka sem voru ekki leikari en voru búin að leika mikið. Eggert Þorleifsson, Egill Ólafsson og held ég Magnús Ólafsson líka. Við fjórir, það var einhvern veginn ákveðið, þeir voru að sækja líka sko. Að við værum búinir að vinna það mikið og með það mörgum leikstjórum og svona að við værum gjaldgengir. Þannig að ég fór aldrei neitt aftur út og kláraði aldrei að klára leiklistina frekar heldur en möblusmiðina. Þannig að það ekki þeir sem eru með bullandi athyglisbresta, þeir klára aldrei neitt. Já, það má segja það. Byrja á ykkur eins og ég get ekki lesið bækur. Ég byrja alltaf á þeim sko. Það komið kannski mestarlagi 2 síður að þá ég komin eitthvað allt annað sko, fann að skrifa ykkur bara bók aðra áframhald af því sem ég hef búin að lesa og komin eitthvað allt annað. En samt getur þú lært heilu handritin? Já, það er eitthvað öðruvísi, ég veit ekki hvað það er. En í leiklistinu og leikhúsinu, þá kannski var það ekki alltaf að hjálpa þér endilega þessi farsæli grínferill. Þú ert að sanna þig svolítið þá á þínu fórnstum alveg þar, eða ekki? Já, það var svona svolítið áskorun. Ég þurfti náttúrulega að sanna mig fyrir leikstjórunum og hinn leikurunum. Ég var að vinna með lærðum leikurum og svona, og það var oft svona, mér fannst ég vera svolítið svona því ég var ekki lærður og eitthvað með fannst það skrítið og það var líka til þess að ég reyndi að standa mig betur heldur en þeir. Ég man til dæmis eftir því þegar ég var í leiklistaskólanum að þá var laddi notað bara nánast sem skammaryrði. Hvaða voðalega, ætlar að gera þetta svona? Ætlar að breytast bara einhvern ladda? Og maður hugsaði, guð minn góður, ég ætla ekki að vera einhver laddi. Og svo sá maður náttúrulega eftir á hversu heimskulegt það var og hversu fáránlegt það var af kennurum að vera að tala svona þennan listamann. En þetta er samt svolítið einkenni hans ferli. Hann er algjörlega elskaður og hefur verið það alla tíð. En það hefur líka verið ráðist á honum og hann hefur verið einhvern veginn, hann hefur ekki alltaf þótt fínn pappír. Að meta fólk, það er nefnilega það að það eru álitsgjafar sem telja sig vera að færa að dæma fólk. En það eru svo margir sem rís ekki undir því. Þeir geta með einni setningu eyðilagt líf sumra listamanna. Það er nefnilega það. Menn eru misjafnlega veikir fyrir hið innra og það er eins gott að innra lífið sé sterkt, ekki bara vöðvar líkamanns. Og það er svo þýðingamikið og þetta hefur hann Laddi. Hann er með nefnilega samhljóm á milli anda og efnis, sálar og líkama. Það sést þegar hann er að leika. Titta på detta Island. Bara ett enda jävla träd. Nej, nu åker jag tillbaka till Sverige igen. Það var svona innan stéttarinnar svona einhvers konar, ég segi ekki pirringur, en samt svona, mönnum stóð ekki alveg á sami það að einhverjir spéfuglar væri að lauma sér hálfpartinn svona bakdyrramegin inn í þessa virðulegu stétt. Þannig að það sýndi það allavega að þegar ég var fenginn aftur, einhver annar leikstjóri fekk mig þá, sagði ég, já, ég hef þá örugglega ekki klúrað þessu, það getur ekki verið.
Þannig og svo bara var ég hérna á tímabilið var ég bara í mörg ár í Borgarleikhúsi. Það í 5 ár sem ég var alveg fastur þar. Þetta frábært stöf. Leið mér útskýra. Í bösku blíðri var ég meinhorn og fól. Hún sá maður hljótt til mín, móðirinn sem mig ól. Hvolpana okkar ég í súpu sauð. Og gullfiskunum ég smurðón á brauð. Og kattaskarnið ljúfa skar ég á háls. Þá tók hún mútter til máls. Hvað sagði hún þá? Hún sagði góðan veðurdag, þú velur fag. Þá fór ég 4 ára gamall að sjá Litlu hryllingsbúðina. Og ég var náttúrulega mjög ungur og var mjög hræddur við þessa plöntu sem að Björgvin Halldórsson lék. En síðan kom Laddi og þá var ég rosalega kátur og hann kom og var tannlæknir og voða gaman. Þú verður tannlæknir, því þér lagið að láta aðra þjást. En síðan svona fór þetta aðeins að versna sko, hann festi einhvern hjálm þarna á hausnum á sér og gat ekki andað og svo dó hann. Og hann deyr bara þegar sýningin ekki einu sinni hálfnuð. Og ég gat þetta ekki sko, Laddi var dáinn en ég fór bara að gráta og fór út. Segðu segðu og svo spýta. Ég held þetta sé líka oft þannig að þegar að stóri listamenn eins og hann sem að hafa þessa náðargáfu, þar sem allt fer saman, bæði tímasetning, diksjón og hreyfing og hugsun og allt þetta eins og þaulæft og auðvitað það, hann hefur æft sig og allt það en hann hefur líka umfram aðra menn, hann hefur þessa gáfu, hún í blóðinu, hún í genunum og það oft þannig að þegar fólk sér þannig list þá gerist það gjarnan að menn hugsa þetta geti ég nú gert ef ég væri bara nógu vitlaus. En vegna þess að, sko, að þetta virðist streyma eins og bunulækur. Það satt sem þeir segja lamban? Ég veit það ekki. Ég var einmitt að spyrja þessu sama. Það satt sem þeir segja lamban? Hann heldur að utan í frí að hann hangir mest á börum og meðan sólin skín og hann sé eitt á förum fyrir búið vera fín það satt að hann losni við vandan hann heimleiðis heldur á ný tæmir hann úr flöskunni í flugvélinni seg mér eitthvað til í því. Þá vorum við Laddi að fara austur á Patreksfjörð að skemmta, þetta voru páska. Vorum bara 2 og hérna. Svo leiðinni þá átti Laddi sig á því að hann hefur gleymt tannburstunum sínum og tannkréminu heima. Og ég segi, þetta ekkert mál, við rennum bara við inn í Króksfjarðarnesi. Það lítið kaupfélagar, getur skotist inn og keypt. Svo ég renni þarna og hann hleypur inn í kaupfélagið, kemur út eftir stuttastund með þann furðulegasta svip sem ég séð á nokkrum einasta manni. Og ég segi henn, hvað, ekki allt í lagi? Lagi, sagði hann, veistu hvað stelpan sagði það inni sem afgreiða? 3 spurðum tannkrem og tannbursta. Nei. Veistu hvað hún sagði? Nei, sagði, ég veit það ekki. Hún sagði, sumarvörurnar ekki komnar. Það ýmis svona atvik sem eru skemmtilega og gaman reyfið svona. Við gerum það nú oft félagarnir svona þegar við hittust á golfvellinum. Hann mikill keppnismaður í golfi og hefur stundað það lengi og eins og maður segir ypparlegur golfari. Það alveg á hreinu og skemmtilegur golfari, mjög. Og ég veit ekki betur en hann hafi jafnvel náð inn í landsliðið öldunga og ég veit ekki hvað. Þannig að hann er mjög áhugasamur golf og tekur það bara mjög alvarlega, eins og flest sem hann gerir. Já, það ekkert grín þegar það sko ekkert grín, nei. Þetta alveg fúlasta alvara. Já, sko, ég kom hérna áðan. Já. Það var engin afgreiða. Nei, það var að því ég var að... Já, ég veit, já. Og ég fór að bíða. Já. Og ég beið og 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 beið. Þá beið og beið og beið.
Ég náttúrulega hefur tekið kannski mest eftir því sem hann hefur verið að gera, auðvitað séðan í sjónvarpi og allt það, en mest eftir því sem hann hefur verið að gera í leikhúsinu og þar finnst mér hann sko ná betri og betri tökum. Ég held að hann væri dálítið svipað eins og Bessi. Ég held að það sem lægi og ég myndi vilja sjá hann í væri eitthvað þar sem hann léki einhvers konar tragikomedíu, eins og við segjum, þar að segja harmrænt fíbl. Þar held ég að hann það væri hans sterka hlið. Sko, talsetningar meistarinn Latti náttúrulega alveg svakalegur þegar hann talaði inn á Aladdin. Vá! 10.000 ár! Rosalega farmað slamman hálsri. Ekki fara langt, vinni minn! Vá! Það bara andinn fyrir heilli kynslóð á Íslendingum. Ég hafa aldrei heyrt Robin Williams útgáfan. Ég hef heyrt þær báðum. Mér finnst Latta útgáfan betri. Það er ekki lítið hróps. Mér finnst það. Við höfðum á þessum tíma, ef maður rétt, 8 rásir sem við gátum sko raðað inn á. Það var náttúrulega allt önnur tækni þá. Svo kemur Latti og þetta var bara svona svipað eins og sko konsertpíanisti sem sest niður við flígil. Því að hann hafði alveg fullkomið vald á sínu hljóðfæri sem að röddinu. Í nafni Sesars, leikli! Bíddu hérna, ekki hreyfa þig! Þá var hann bara með lítið svona diktafóntæki í höndunum og svo flett hann bara upp á karakterar ef hann gleymdi. En 8 rásir, við höfum ekkert að gera við 8 rásir. Við tókum þetta í 2 renslum yfirleitt. Og það bara vegna þess að Latti snillingur. Nú líður mér eins og kóngi aftur! Þakka þér fyrir, herra. Ég vissi alltaf að þetta myndi duga, herra. Lyfið virkaði fullkomlega. Nú auðvitað virkar það. Ef æsistrumpur strumpa saman við þá dugar það. Því æsistrumpur strumpar alltaf. Þegiðu! Til dæmis þegar strumpanir var að vera að gera strumpana. Og þannig að það, man alltaf eftir að hafa sendt pröfur út til Disney. Það náttúrulega þurfti að samþykkja leikara, allar raddir og allt svona fyrir allar típurnar. Og þeir fengu fljótt svar tilbaka. Allir leikarar mjög góðir. Og það var hann eitt sjálfur sem talaði fyrir alla nema, já, það var ein rödd sem Edda Björgvins sá sem minniði að vera móðir náttúra. Þetta var náttúrulega bara afrek að lesa inn á alla þessar karaktera, en manni fannst þetta svo bara sjálfsagt á þessum tíma, sko. Að pabbi var aðeins og kom hérna heim og var að hlusta á þetta og hann var með allar raddirnar og ég held að maður svona átti sig á mörgu núna þegar maður er eldri, sko. Að þetta var kannski ekki svo auðvelt og einfalt, sko. Strumpa, við syngjum að Allt þetta með teiknimyndin alltaf, þetta var rosalega stór partur af hjá pappa og ferlinum, sko. Og það er ein saga að það náttúrulega fólk svona hefur oft kommentarað hvað er pabbi inn í hverju einustu teiknimynd? Er hann bara alltaf, þú veist, er enginn annar? Og ég heyrði sögu af því einhvern tíma þá var verið að prófa einhverja aðra og það náttúrulega þarf alltaf að senda þetta út og samþykkja. Það enda með að kom frá Disney sjálfum, why don't you try this Latti guy? Og það náttúrulega, hann fekk hlutið ekki leið. Er eitthvað svona sem þú finnst, er eitthvað sem já, til dæmis af kvikmyndunum eða í leikhúsinu, er eitthvað hlutverk sem stendur upp úr? Já, það er eiginlega Stella í Ólofi. Herregud, það er blóð, það er allt í blóð. Einhvern veginn var það einhvern veginn svona skemmtilegast og mér finnst það standa svolítið upp úr, sú mynd. Mér finnst hún alveg svakalega skemmtileg og gaman að leika inn í. Var hann skrifaður inn í, eða skrifaður Latta inn í myndina? Var hann... Þetta var alveg sérstaklega framreitt fyrir hann, Salomon Gustafsson. Og hvað er programmet? Sko, mér finnst nú margir bestu eiginleika Latta njóta sín vel í þessari mynd, svo ég sé nú ekki með eitt uppgerða lítillæti.
sko, hann er svo lítillátur, hann Latti. Lítillátur, ljúfur, kátur. Og hann nálgast verkefni, sko, hann er mjög auðmjúkur í vinnu. Ég hef seinna heyrt eftir honum og mér skilst að segja jafnvel eitthvað að festa á blað að hann hafi kviðið mikið fyrir að hitta mig og hann, en svo gekk okkar samvinna ákaflega vel. Já, Salómon, ef það er einhvern tímann ástæði til að fá sér sjús. Gjör svo vel. Nei, ég held ekki. Þið eru náttúrulega þekktasta dúó íslenska kvikmyndasögu sem Stella Löfve og Salómon Gústafsson. Já, Stella og Salómon. Þetta bara, ég man eftir í hvað ég var ofboðslega sorgmætt þegar það var allt í einu fór bónus að bjóða upp á myndir með pulsupökkum og mér fannst einhvern veginn alveg hroðalegt að sjá Stellu og Ólafí með pulsupakkanum. En þegar ég áttaði mig á því, sko, hvað bara þessi skriða sem var hrundið af stað þarna, að það var þetta nálgast íslenskt efni á ódýran hátt, hvað hún hafði gert, sko, fyrir okkur Latta, sko, í að mynda bara kærleikssamband við þjóðina, vegna þess að ég er núna að hitta, það eiga allir þessa myndingunin og ég er núna að hitta, sko, og hitta á hverju ári og oft á ári, sko, bara pínulítið bara, Ein sársaukafullsta minningin á Latta er að hann var rosalega stór í mínum huga og pabbi sagði mér einhvern tímann að hann hefði komið heim til okkar til að spjalla eins við hann sænskan framburð þegar hann var að fara að leika í Stellu í Orlofi. Og hann vildi aðeins fá smá, hann var að búa til hann sænska framburð og var að heyra eins í mönnum. Og ég var vitlaus þegar hann sagði mér að Latti hefði komið heim til okkur og ég var ekki heim á meðan. Ég fekk ekki að hitta hann. Því hann var náttúrulega bara frægasti maður í heimi fyrir mér. Ég byrjaði aðeins undan honum sko og ég held ég væri hann alveg heimsfrægur í Íslandi, leikari og var að leika hérna í sjónvarpinu og auglýsingum og þetta stóra rullur í Þjóðleikhúsinu líka. Svo kom hann. Hann gammalana maður kann að segja þeir fyrir löngu síðan frá landssambandinu. Hann átti ekki nokkur vinnandi veg og fyrir okkur sauðfjárbandur að sjá fyrir alvöru konu og allt annað. Ég var engan pening til þess. Nei, sérstakt. Hún er búin að stytta með stundirnar greið í gegnum árin. En hún er ósköp lasleg núna, greið. Geti best hún væri komið með riðuveikina. Og hann var náttúrulega stöðugt í sjónvarpinu. Og þessi frábæri kraftur sem hann er. Og þá byrjaði ruglingurinn sko. Og það var mikið hringt heim og svona og konur svolítið í törnum sko. Ef hann var að gera eitthvað sérstakt í sjónvarpinu þá var alveg bara stanslausar hringingar og það voru flinkar dætur mínar að svara í símann. En hafið þið leikið saman? Já, við leikum smásenu saman í Stellu í Orlofi. Sátum saman í flugvél og hann var að fara í meðferð. Þetta er sísta vínið som jag dricker i livet. Aha. Nu ska jag fara i medelfärd i 3 år för mitt alkoholiska problem. Så sa jag bättre att vara fotolur när man fer i programmet. Hann hefur þessa tækni, hann gæti improvisera ákveðnu marki. Það var hægt að gefa honum línu og hann gæti þrætt sig eftir línunni. Þetta er ekki öllum listamönnum gefið. Að þessu leyti var þetta dálítið lífsreynsla fyrir mig og mjög skemmtileg að vinna með Latta sem leikar og þetta var til þess að nokkrum mánuðum seinna þá fékk ég þá hugmynd að láta hann leika dramatískt hlutverk, þar að segja ekki gamanleik eins og hann er þekktastur fyrir og það var aðalhlutverkið í mynd sem að hann hafði Þorsteinn Marelsson skrifað og hét Hver er? Og þar leikur Latti sem sé, hann leikur svona uppgjafa poppara sem ætlar að gera upp líf sitt með því að fara út á land og gerast kennari í framhaldsskóla. Hvað djöfurinn á þetta þína í læg? Hvað stendur fyrir þessu? Hvað hef ég gert í það? Það var tekið á filmi í Skaftafelli á sínum tíma að þegar eiginkona skólastjórans, hún er barsavaldur og það þarf að fara með hann í sjúkraflugi
frá skólanum og skólastjórinn fer og skilur Ladda eftir, eða sem sé karakterinn sem Laddi leikur eftir og hann áttar sig allt á því að hann orðinn yfirmaður á staðnum. Hvernig datt þér í huga að fá Ladda í svona alvarlegt hlutverk? Það var vegna þess að ég hafði þessa reynslu af honum undir sama þakki að hann hefði dálítið langan skala sem leikari. Góðu gestir, má ég kynna hinn frábæra Adda Stuð með þrumuskuð. Magnús er svona minnisleg mynd fyrir mig að mörgu leyti vegna þess að fyrir að fyrsta stal ég hugmyndinni frá japanskum leikstjóra. Grundvallar hugmyndin er svo að einhver leiðinda bírókrat sem hefur eitt ævinni í að gera ekki neitt og aðalega vera til trafala fattar að hann er ekki ódauðlegur og langar til að gera eitthvað að viti áður en hann hrekkur upp af. Til þess að svona sýna fleiri hliðar á þessari mannesku eru ýmsar persónur í kringum hann og þar á meðal mágur hans sem er mikill indælismaður og heitir Teddy og það minnir mig og það hlutverk fékk ég Ladda til að leika. Hugsar þú aldrei það hvað það er í rauninni einfalt að binda enda á þetta allt saman? Mér finnst að fólk drepist alveg nógu snemma frekar en hitt. Utan náttúrulega bara hvað maðurinn er þá skemmtilegur og nærverugóður að þá eru mikil forréttindi að fá að vinna með svona fólki. Og það gerir, það auðgar lífmanns alveg ótrúlega. Einni myndinu sem að lék, á datt hann. Horfðu á alla þessa mynd og sjáðu Ladda detta einu sinni. Við rekum bara kontor saman, kollegar. Sér ekki hvað þetta er rakið fyrir alþjóðaflugvöllina, ha? Þú verður að redda mér þessu landi. Aðflugi hérna, skilur ekki skensin í þessu manns. Þetta er gargandi snilld. Það er ekki hver sem getur dottið. Það er að segja, getur leikið að detta en gert það þannig að það er eins og það sé ekki neitt leikur. Sér ekki hvað þetta er rakið fyrir alþjóðaflugvöllina, ha? Líkamlega og akrobatist er þessi byltans Ladda í þessari mynd, ég man ekki hvaða mynd þetta var. Hvort það var einhver af stellumyndunum eða eitthvað svoleiðis. Hann bara dettur. Og hvernig Laddi gat búið til viðbrögð eins og að detta eða vera slegin utan undir eða hvað sem er. Þetta er fágætur hæfileiki hjá leikurum. Því það er svo lítið að bera út af til þess að fólk sjáu þetta er bara leikari. Það var nú mikil ferð sem við tókum á okkur, Kallakórinn Hekla og hann reyndist svo vel þar sko í Kallakórnum. Við vorum náttúrulega með 30 manns og megnið af bakhluta kórsins voru ekki leikarar. Og svo 1, 2, 3, 4. En þeir sem stóðu fremst voru leikarar og meðal annars Laddi og hann var mjög þægilegur sko því Laddi er búinn að ferðast svo mikið sérstaklega til Suðurlanda og við lentum í óskaplegri hitabylgju þarna þannig að við þurftum að taka Magnús Ólafsson og setja hann í kæliklefa á milli taka því þeir voru alltaf í svo miklum búning í kjólfötum og Laddi reyndist okkur mjög vel þar því að sko bara það var helmingurinn af liðinu var meira og minna að fá sko sólsting og flugnabólur og hann var bara eins og einn úr tíminu þar sko. Þannig að hann hérna er engin prímadonna í honum? Nei, stundum mætti vera meira prímadonna í honum Þórhalli en er. Já, hann lék í myndinni Okkar einn Osló sem ég skrifaði og lék í og það var gaman að fá að leika með honum sko.
Það er svolítið sérstakt að leika á móti Ladda vegna þess að þetta er dálítið, ég ætla ekki að hljóma kannski að sé að snobba fyrir honum, en þetta er svona, hann er svona eins og eðalkerra, sko. Það er ekkert sem truflar, hann er ekki stressaður, sko, hann er ekki að þykjast, heldur er hann bara einbeittur á það sem hann er að gera. Og ég er á lífi og þú ert á lífi, en við erum stödd, sko, á allt öðrum stað. Sko, á öðrum stað heldur en þá, meina ég. Daginn, Hafel. Hvað er ég nú að gera? Hvað er ég nú búinn að gera? Hafel, þetta er bara málverk. Og hann, það sem hann gerði líka, sem var svolítið sérstakt, að hann fór að hjálpa hinum í kringum sig. Hann var svo öruggur að hann fór á svona þessa aðstöða. Og hann var eini maður í myndinni sem ég sprakk þegar ég var að leika á móti. Ég eyðilagði töku. Mér finnst mjög magnað ef maður spáir í fyrsta skipti sem hann léki bíómynd í aðalhlutverki. Það var Jóhannes myndin sem kom, 2009 eða eitthvað. Og hún sló bara öll met bara í aðsókn í bíó. Ég held að það hafi 30.000 mann sem fór hann í bíó. Og samt var hann ekkert spes? Jú, þetta var fín mynd, skilur en það eru svona skiptar skoðanir með það. Get ég aðstoða? Get ég fengið að hringja hjá þér? Já. Heyrðu, og hérna, sko ætla ég að fá 2 pulsur. Já. Með öllu. Og stóran skatt á frönskum og koktelsósu. Já, það er nú svona varla hitt hann, sko. Við hringdum í hann. Hann var með mér hérna Gunnar Björn Guðmundsson, leikstjóri, sem vann með mér í þessari mynd, og svo framleiðandi Magnús Einarsson. Og við ákvaðum að hringja í hann og boðum hann á fund. Jóhannes! Það verður að leita þér út um allt. Hvað er óskapur verst eiginlega? Ferstiklu, Hvalfirði? Í Hvalfirði? Hvað ertu að gera þar? Það beið lögreglubíll hérna fyrir utan. Augnablik, ég get útskýrt þetta allt saman. Við vorum nú svona svolítið stressaðar og fórum á hann á fund. Fannst þetta að vera svona, svo fann hann að sletta svona svolítið make it break it, hvort að hann myndi vera með eða ekki. Svo mætti hann bara og það var pantaði bjór á línuna og þetta var bara hinn þægilegasti fundur og við gleymdum öllu sem við vorum búin að ákveða og sýndum Ladda svona drauginn af þessari mynd og hvað við ætlum að gera og hann bara sló til. En bara því að hann var á frontinum einhvern veginn, þá bara flyktist fólk í bíó og DFDS-ar hann sko rauk upp úr öllu valdi. Og ég held að það sé enginn sem hefði náð þessu nema einmitt Laddi sko. En hvernig fór þetta með ófeig svo? Já, ég veit það ekki. Nei, en þú veist. Ég veit það ekki heldur sko. En þú sem fyrsta mynd og svona. Er Laddi fyrsti kostur þegar á að leika draug? Sko það liggur einhvern veginn alveg ljóst fyrir að Laddi var rétti maður til að leika þennan draug og það var svo undrandi að hann þurfti ekki einu svona að sminka sig sem er nú eiginlega ekki fallið til frásagnar og þetta er bara svona eitt af þessum hlutverkum sem hann dettur inn í og manni finnst hann hafi kjörinn til að leika. Það er óþarf að vera alveg svona smátækur. Laddi er náttúrulega þekktastur sko fyrir sínar furðufígúrur sem eru margar og landsfrægar. En hann einhvern veginn eignaði sér þessa persónu mjög snemma bara strax á æfingatímabilinu og þetta var orðið eina af þessum persónum hans. En hann náttúrulega kemur inn í þetta sem leikar, hann er að leika einhverja persónu sem hann skapar ekki sjálfur. Það er búið að skapa hana á pappír, í handriti. Svo þetta var ekki eitthvað sem hann bjóð til sko fyrir framan spegil heima hjá sér. Eða gift ykkur, annað er ekki við hæfi. Ég er ekki betur en að standi til að koma börnum í heiminn. Nú, hvar eru þú það? Ég kæri mig bara ekkert að hún dóttir mér sé eignast einhverja anskotnars lausaleikskróa. Svo er það nýjasti ferillinn, það er myndlistarmaðurinn Þórhallur Sigurðsson. Já, ég náttúrulega hef alltaf haft áhuga á því myndlist. Ég byrjaði að teikna mjög snemma og þessi vinur með Bjarni Lilli sem fekk mig til að fara í hljómsveit sem hann ætlaði að vera í en var svo aldrei í þannig að ég stal hans hlutverki, stal trommuleikunum frá honum að hann er myndlistarmaður og hann var þá strax svona þegar við erum jákvæmlir var svona að teikna og við vorum svolítið að teikna og öllum báðir að verða myndlistarmenn og hann gerði það. Hann var myndlistarmaður, ekki hljómlistarmaður.
En ég var aftur á móti hljómlistarmaður og leikari og eitthvað allt annað en ekki myndlistarmaður. En núna er það þá, þetta sem ég á eftir að gera, það er það að fara út í myndlistina bara að krafti. Og þú ert byrjaður á því? Ég er byrjaður á því. Er að byrja svona að æfa mig að mála og hérna, já svo bara, núna ekki alls fyrir löngu, það var Arion banki að óska eftir þau ætlu að vera með götusýningu og báðu bara fólk að senda inn alls konar myndir. Og ég gerði það líka þarna, sendi inn eina mynd. Og hún komst einhvern veginn hann í gegn og hún var hengd upp fyrir framan Laugardalslaugina. En ég var búinn að lofa mér því að fara í myndlistana þegar það hægðist sko. En það er náttúrulega ekkert að gera það, en ég bara sagði bara verður að gera það. Maður er að vera 70, þetta gengur ekki. Ég verð að fara að drífa í þessu. En Laddi er ekki hættur, enda er hann á besta aldri. En aldur er reyndar afstæður og verulega viðkvæmt umræðuefni hjá sumum. Fyrir ekki að við spyrja, er þetta ekta? Ekta? Nei, margar konur á þínum aldri náttúrulega farið í svona botox og ýmislegt svona. Hvað áttu við? Nei, ég bara spáði hvort Ertu að meina að þú heldur að þetta sé ekki mín eigin brjóst eða hvað? Nei, ég bara spyrja. Já, hvað á svona lagað að þýða? Ég bara, svona spyrir Þetta er bara móðgun við Ég ætla alls ekki að móðga þig. Já, hafðu þetta bara.